Já, veriði sælir áhorfendur góðir og velkomin hér í KA TV. Hérna erum við að fara að sýna frá spennandi leik í úrvalsdeild karla í blaki. Fyrsta umferð, þetta er að hefjast blak veislan KA gegn Þrótti Fjarðabyggð og fáum vonandi skemmtilega leik. Hef lítið séð af gestunum á undirbúrstöðumbilinu. En það er alltaf líf og fjör í blakinu fyrir austan og verður vonandi, eins og segi, spennandi leikur sem við fáum hérna í dag. Kíkjum á lið gestana. Það er hérna, sjáum nr. 2 Arnar Freyr Sigurjónsson, nr. 3 Börkur Marinusson, nr. 7 Ramses Ballesteros, 8 Þórarinn Ómarsson, nr. 9 Egil Kolka Hlöðversson, 10 Jose Federico Ferrón, 11 Jakob Kristjánsson, 12 Ísak Tandri Zoega, 13 Jamie Monteroso Vargas, 15 Hlöðver Hlöðversson, 16 Hlynur Fannar Stefánsson, 18 Miguel Angel Ramos Melero og 19 Andri Snær Sigurjónsson og þjálfari svo Gonzalo García Rodríguez. Já, eins og segi, alltaf frábær blak hefð fyrir austan og verður spennandi að sjá hvernig þeir koma til leiks í vetur. KA-liðið hins vegar fór í loka úrslitinn á síðustu leiktíð þar sem að liðið mætti ógnarsterku liði Hamars og þurfti að bíta það súra eplið að tapa þar, en strákarnir með svolítið breytt lið eru klárir í slagi. Númer 1 á KA er Óskar Fernández Celis og með 2 er nýri leikmaður Patrik Konstantín Bors, númer 3 Miguel Mateo Castrillo og hann klári í slagi, fór í smá aðgerð í sumar eftir að það verið dílaði meðslundu lók síðast tímabils. Sjá númer 6 Birkir Freyr Elvarsson líberó, númer 7 Alexander Arnar Þóriðsson, númer 8 Arnar Már Sigursson, svo gamli, hann hefur engan að hætta í þessu, geggjaður Arnar. Númer 9 Sölvi Páll Sigurpálsson, númer 10 Hermann Býring Ottosson, númer 11 Draupnir Jarl Kristjánsson, 12 er líka nýri leikmaður Eduard Konstantín Bors, 13 Gísli Marteinn Baldvinsson, 18 Vigfús Jónbergsson, 20 Benedikt Rúnar Valtísson og einnig leikmaður hér Ragnar Óli Ragnarsson og þjálfari er svo Andrei Collins dos Santos, tók við stjórn liðsins á síðustu leiktíð og verður áfram með okkur núna og eins og vonandi spennandi vetur framundan. Hérna er verið að kynna liðin og fáum, eins og segi, vonandi spennandi leik. Við erum svona stutt síðan að síðasta leiktíð kláraðist. Þannig að svona spurning hvernig undirbúningur hefur verið hjá liðinum fyrir þennan vetur. Úrvalsdeildin að fara á stað. Fyrsti leikur hjá kvennaliðinu. Er svo á miðvikudaginn. Já, afsakið þetta, en við erum byrjuð hérna í klámilinu, erum með smá tækni örðuleikum hérna, en erum að klára þetta.
Þróttarar taka fyrsta stig, komist í 1-0 hérna. Það ekki bara leikmenn sem að koma fyrir gýrin fyrir veturinn, hann líka við í KT. Þetta flott móttaka á Matteo, svo kemur Gísli Marteinn, hann blokkaður og KA-liðið fær stigið með net hérna í hávörðinni og staðan því orðin 1-1. Já, sínt það dæmt net þarna á Ramses í liði Þróttara. Maður þarf að reyna að venjast í að segja Þróttur Fjarðabyggð. Það vanur því að sé auðvitað Þróttur Nes. Þetta auðvitað breyttir tímar. En það kemur Óskar. Þrumuspass frá hann, frábær móttaka þarna, eða vörn þarna. Kemur Gísli Marteinn, frábær hávörn og þetta taka gestirnir. Frábær varnarlið KA-liðið var að þjarma að þeim en þeir vörðust þessu gjörsamlega upp á 10 og leiða hér 2-1. Já, þetta fer skemmtilega af stað hérna. Svo kemur Óskar aftur, Óskar neglir þessu út og þetta er flott byrjun hjá gestunum. KA-liðið hins vegar. Svona aðeins að stilla betur miðið, en það er allavega kraftur í okkar mönnum. Flottur móttaka hjá Birki, svo kemur Óskar enn og aftur. Óskar þraumar þessu, já, bara tímaspil hvernig Óskar myndi skora. Óskar kemur með stig nr. 2. Óskar sem fannst stíga heldur betur upp til að leiða á síðasta tímabil. Hann er núna kominn í starra hlutverk hjá okkur og er einmitt líka orðinn fastur starfsmaður á skrifstofu KA-liðsins fyrir hönd Blackdeildar, sem er líka frábær skref fyrir Blackið hjá okkur að vera komið með fastan starfsmann í að lyfta öllu okkar starfi upp á hærra plan. En þetta gerir gestinni vel og Jose Federico kemur þessu aftur í 2 stiga mun. Flottur bolti og enn er það Óskar og hans hittur upp í hávörðin og hann dettur á línuna. Þessi er inni, flott blokkstig þarna og það er Jamie Monteros Vargas kominn á blaðina, hans fyrsta stig. Æja, enn erum við að leita Óskar. Óskar að lauma núna og þetta endar í gólfinu. Hetjuleg barátta þarna. Allt kom fyrir ekki og Óskar kom með 2 stig eins og sjáið. KA 3, Þróttur Fjarðabyggð 5 og Gísli Marteinn er þá kominn í uppgjöfina fyrir KA-liðið. Hörkubolti frá honum og hann fer upp í loft þarna. Já, ásjá Gísla. Virkilega fastur bolti, erfitt að stýra honum. Og boltinn upp í loftið. Þetta gaman að sjá. Frábær stökk uppgjöf hjá honum. Og hann kemur aftur hérna. Þetta er fastur bolti, þetta er frábær móttaka og þeir snúa vörnin sótt. Hávörðin að KA sem tegur kraftin úr þessu. Hvar endar þetta? Endar Gísla í afturlínunni og þessi er út. Og sjáðu Hermann að krafsina bolta, svo kemur þetta hálfgerð skófla þarna og Jamie kom með 2 stig. Æja, þá er Óskar mættur í uppgjöfina, 5-7 fyrir gestina. Þetta
Eftir þeir skemmtilega stað, erfiðu bolti hérna, þeir ná ákominu yfir. Og kemur Matti orðinn að lauma og ekki meira en bara að reyna, hann gerir það bara. Og Miguel Mateo Castrillo komið með sitt fyrsta stig í vetur. Þau verða, ég þekki hann rétt, Hansi mörg. Var að stigast í leikmaður úrvalsdeildar karla síðustu 4 tímabil. Magnaður kappi. Kemur flottur bolti hérna, Óskar bjargar þessu, vel gert í honum, kemur Matti á innum megin, bombar þessu í hávörðina og í gólfið og staðan var í jöfn, 7-7. Káum 3 stig í rauðnuna og Matteo er komin í gang. Komið 2 stig, hefur gaman að þessu. Lékið mitt sitt fyrsta tímabil hér á Íslandi með Þrótti. Ja, ólögleg uppstilling á liði gestana. Þetta er klaufalegt að sjá og Káa er komið í 8-7. Já, þetta er fljótt að breytast. 4 stig í röðu Káa. Það fara vel yfir hlutina. Það leiðir til að þetta gerist. Man gleyma sér aðeins. Það eru ennþá að mótmæla þessu, vilja ekki taka þetta í sátt. Nei, þetta stendur. Jæja, þá eru alltaf klárið að halda áfram. Káa 8, Þróttur 7 og Óskar áfram í uppgjöfinni. Flottur bolti frá honum, þetta er góð móttaka, afturlínumassið, þetta gerir Birkir vel í að verjast og Gísli Marteinn eins og að setur hann út. Ágætis rally þarna hjá liðunum. En Gísli Marteinn setur hennar bolta út. Það var ágætis bolti en hann hitt hann ekki alveg nægilega vel og því fór sem fór 8-8. Þetta er stál í stál hérna. Matteo Draupnir upp á Matteo tilbaka, Matteo laumar og hann krafsaði boltan hann Jamie og vel gert hjá Draupni. Ekki nóg með að ná þessi bolta, hann náði einhvern veginn að beygja bakið þannig að það fær ekki í netið og Matteo setur hann svo í hávörðina út og 9-8 í Káa. Draupnir er virkilega spennandi uppspilari og hann er búinn að taka við eftir að Filip Pavel Sjösik lagði skóna á hilluna. Það er búinn að vera uppspilari Káa í næstu 20 ár. Magnaður kappi en nú er komið á honum Draupni Jarli. Og meðan ég tala Draupni, þá var það Ísak Tandri sem að jafna fyrir Þrótt með sínu fyrsta stigi, 9-9. Óskar upp á Draupni, Draupnir getur valið vel við Gísla Marteinn og hann setur henni í hávörðinu niður. Svá pirringur hérna Andra Snæ, kannski skiljanlega. Virtist vera með hennar bolta en boltinn eins og það af honum og beint niður í gólf. Káa er komið með frumkvæði núna. En búið að jafnt á síðustu tölum og það heldur áfram hérna Draupnir með misheppnaða uppgjöf.
Þessi bolti út frá honum andra. Káa leiðir áfram núna með hinu stíi, 11-10. Matteo, hörku bolti og þessi steinliggur. Já. Þegar þetta gengur upp hjá honum þá er hann alltaf með ótrúlegar uppgjafir sem erfitt að eiga við. Og þessi steinlá í gólfinu, 12-10 fyrir Káa, Matteo aftur. Þetta er frábært bolti frá honum og hann lúrir Óskar. Þegar boltinn fór yfir netið og hann fljótur að nýta sér reikistefnuna í móttökunni hjá Þrótti. 13-10. Munar svo miklu þegar hún þessum uppgjöfum sem að Matteo að skila núna. Kemur með rólur bolta núna og hvað endar þetta? Þetta er frábær hávörn en boltinn í leik hérna og aftur fín hávörn en gengur ekki upp og Miguel Ángel Ramos skorar kosti fyrir Þrótt. Það gefast ekki upp gestirnir eðlilega. Þetta er ennþá galopið og spennandi. Þetta er miðbik fyrstu hrinu. Kemur alltaf lítið á óvart en þessi leikur enda í 4-5 hrinum. Þetta var flottur ás hjá honum Ísak Tandra. Kom með 2 stig og fyrsti ás gestana staðreind. Káa með 2 hér í upphafi. Kemur Ísak aftur, fínn bolti, Óskar með hennan allan daginn. Fær svo boltann tilbaka frá Draupni, og Óskar já. Nýtt með smas alveg út við endalínu og kemur Káa aftur 2 stig yfir. Óskar Fernández að byrja þetta krafti 4 stig hjá honum. Og Benedikt Rúnar fyrir Káa-lið en þetta er góð móttaka á gestunum. Boltinn yfir og út frá Benedikt og aftur einstigs munur Miguel Ángel Ramos. 2 stig í honum og í uppgjörinu fyrir Ramses Ballesteros. Matteo, flott móttaka í honum og hratt uppspil hérna á Hermann Býring en hann setur hann út. Þetta stóð rosalega tæft en boltinn var út og staðan jöfn 14-14. Draupnir upp á Gísla, Gísli af hávörninni og út. Já, þetta er erfitt fyrir andra þarna, boltinn af hávörninni og svífur yfir hann. Og Gísli Marteinn komið 4 stig. Já, þetta er til sín taka. Öflugur strákur, hann Gísli í uppgjöfinni. Þessi er út hjá honum hins vegar. Það er uppgjör númer 2 sem mistið hjá Káa-liðinu. Búinn að skora 2 ása hins vegar á móti. Já. Og boltinn ná Gísla í afturlínunni en þetta er flott móttaka hjá Ramses. Það er góð vörn hjá honum og þessi er úti á. Myndi minna að vera inni en ég held að það sé rétt hjá Sævari dómara. Þessi hafi verið úti. Káa leiðir 16-15. Þarf að vera þokkalega klár í þetta ef það þarf að dæma blækið. Erfitt að sjá hvað boltinn sé inni eða úti. Þetta fær Káa-liðið þægilegan bolta. Draupnir upp á Hermann og aftur reynaði Matteo á bombar þessu og hann fer út og jafnt 16-16. Það er jafnt á öllum tölum í fyrstu hrinu. Þetta fer skemmtilega stað hérna. Það verður vantilega hart barist þessa fyrstu hrinu. Þessi bolti, lendir í netinu hjá honum José Federico og Káa heldur áfram frumkvæðinu en það
Alltaf stutt í þróttarana. Hermann Býring fyrir Káa í uppgjöfinni. Fínn bolti frá honum, en móttakan góð og þessi bolti svo út. Já, Ísak í fínni stöðu þarna, en setur hann aðeins á vutalega og Káa-liðið er komið í 18-16. Nú fer hvert stig að verða heldur betur mikilvægt. Það verður munan öll svona mistök. Hermann aftur með þægilegan bolta, taka vel við þessu og upp og Andri af hávörðinu út. Andri Snær Sigurjónsson gerir 17. stig Þróttara og er sitt fyrsta í leiknum. Óskar og smá vantar hvernig hann taka mót þessu og svo dæmt tvíslag á Drautni í spilinu. Þetta er rétt og staðan aftur í jöfn 18-18. Þessi bolti hérna fyrir Matti og Matti farin tilbaka svolítið aftarlega en gerir vel úr þessu og þeir eru vandræðum, kom boltan enga sögur yfir. Draupnir upp á Matti og Matti á bombar þessu og þessi steinleikur. Það er ekki mikið að spyrja þegar að setja boltan upp á Matti og boltin endar í gólfinu. Kom með 5 stig. Káa 19, Þróttur 18. Og misjöfnu uppgjöf á Draupni 19-19. Já, fín mæting á hennar leik hér í kvöld. Og verður vonandi bara flott mæting í allan vetur. Hún vonandi ekki að hugsa of mikið þessar takmarkanir sem hafa verið á áhorfendum núna síðustu 1,5 árið. En hérna skorar Miguel Ángel Ramos fyrir Þrótt með flottu blokkstígi og Þróttur komið í 19-20. Þá tekur Andrei Collins leikhlé fyrir Káa. Andrei búinn að sjá nóg í bili og vill passa upp á það að við vinnum þessa fyrstu hrinu. Þróttararnir leiddu í upphafi, síðan hefur Káa svona haft aðeins yfirröndina, leitt mest með 3 stigum en Þróttararnir hefur ekki gefið neitt eftir og leiða hérna 19-20 fyrir enda sprettin. Já, það var alltaf að vera klárt hérna að 9. Andri Snær fyrir Þróttara. Fínn bolti, Birkir gerir vel í móttökunni og boltinu upp á Matteo sem laumar frábærlega. Þetta var hnitmiður bolti hjá Matteo. Rétt slefar yfir háðun og dettur svo niður. 20-20. Matteo í uppgjöfastöðunni, nokkra frábær ráðan, þessi frábær bolti og endar í netinu upp í loftinu og Káa-lið fær stigið. Þetta er ás hjá Matteo. 3. ásinn hjá Káa og Matteo á 2 þeirra. Aftur kemur hann hörkubolti, hann er fyrir svo út, vel gert þarna hjá Miguel Ángel að láta hann fara. 21-21. Og þá er hann Börkur Marinósson kominn í uppgjörstöðuna fyrir Þrótt.
bolti beint á Birki, tekur vel við þessu og boltin yfir á Óskar. Óskar með flottan bolta. Sá að afturlína bakkaði að pressilega og þá ákvað hann bara að taka lausan bolta í dauðasvæðið þarna og KA leiðir 22-21. 3 stig sem að vantar upp á til að klára fyrsturinu fyrir KA-liði. En það þarf vantarlega að hafa tölvut fyrir því. Þá kemur hann Sölvi inn í lið KA. Kipboll fyrir á honum. Fít bolti og endar í gólfinu. Hann er bara datt niður þarna og Andri misti af honum. Sölvi Páll kominn á blað leið og sjáum hérna stöðuna í Ásum 4-1 fyrir KA. KA leiðir með 2 stigum hérna þegar Gonzalo Garcia, þjálfari Þróttar, tekur leikli. Jæja, sjáum þetta leiklið hafi eitthvað bitið á Sölva. Nei, aftur fít bolti en nú taka vel við og sjáuðu. Net á Hermann Byring hérna, hann vil ekki samþykkja það en netið enga séu dæmt á hann. Það er rétt strókist í það. Ég held að tók þetta ekki eftir einhverju í fljótu bragði en það hlýtur að vera allt rétt. Draupni frábærlega gert hjá Draupni. Hvernig hann nær að beygja sig frá netinu, setur boltan upp á Óskar og Óskar bombar sig gólfið 7. stig við honum. KA 24, Þróttur 22. Já, eitthvað segir mér að Draupni sé frábær í limbó, hvernig hann er einhvern veginn að kuppa sig niður einhvern veginn til að fara ekki í netið. Og Gísli Marteinn fyrir KA getur klárað þetta hér í fyrstu hrinnu. Boltinn upp á frábær hávörn og boltinn af antennunni út og KA vinnur fyrstu hrinnu 25-22 og KA leiðir þar með 1-0 eftir þessa fyrstu hrinnu en þetta var stál í stál og það er nokkuð ljóst að við erum að fá hörkuleik hér í kvöld. Já, þetta var áhugavert, þeir virtust vera að redda þessu Þróttararnir en boltinn svo af spírunni eins og einhver vilja kalla það hérna í blakheiminum á Íslandi. Það eiginlega má ekki. Sjáum hérna stigastu menn. Miguel Mateo Castrillo 7 stig hjá KA, Óskar Fernández með 6, Gísli Marteinn 4 og svo Sölvi Páll með 1. Já, gesturum dreifst aðeins betur. Það er Miguel Ángel Ramos með 3, Ísak Tandri 2 og samt honum heim í Monterroso. Svo er Jose Federico og Andri Snær með sikkert stigið. Já, eða sjáum við stiga tölfræðina hér í fyrstu hrinnu. KA vinnur 25-22. Þar sem að 10 stig komið frá með smössum gegn aðeins 5. Sóknarleikurinn KA mjög beittur en á saman tíma var varnarleikurinn hjá Þrótti mjög öflugur. 4 ásar af KA gegn 1, 4 laumur af KA gegn 1 en það er þess að blokkirnar 2 hjá Þrótti og KA-liðið gerir 13 mistök sem gefur Þrótti stig. Segir okkur það að bara varnarleikurinn hjá Þrótturunum var mjög öflugur og svona, já, gaman að sjá. Liðin er að spila svolítið ólíkan leik. Gaman að sjá hvernig það fyrir næstu hrinnu. Þetta var allavega stál í stál og verður vonandi áfram bara skemmtilegu leikur hérna fyrir þá sem við mættum í KA-liðið og ykkur sem að heima sittið.
Við KT heldum auðvitað áfram að reyna að sýna eins vel frá bakinu og við getum. Þetta stór skemmtileg íþrótt að fylgjast með. Við tökum okkur smá pásu og komum svo fersk í aðra hreinu. Já, þá erum við klár hér í aðra hreinu. Verður, eins og segi, áfram vonandi skemmtilegur leikur. Eins og segi, það ætla KA-liðið að aðlagast lífinu án Philips. Filip Pavel Sjevsik, alltaf búin að vera eins og segi uppspilari KA-liðsins í hartnær 20 ár. Ótrúlegur kappi. Alltaf búin að vera gjörsamlega heilinn bak við velgengni KA öll þessi ár. En í staðinn, eins og segi, erum við að treysta á unga Drautni Jarl sem heldur betur að standa sig vel hérna upphafi leiks og Miguel Mateo Castrillo kom með 8 stig, núna kemur KA 1-0. En þá kemur bolti í net hjá honum. Búinn að vera með virkilega flottar uppgjafir í dag og svona hætti að þetta laumist inn og ein svona hjá honum. Það þarf ekki mikið út að bregða svo að þessar förstu uppgjafir endi í netinu. Já, Birkir með flottan bolta, Drautni, bjargar þessu, setur hann á Óskar. Óskar bombar þessu í gólfið. Þetta var frábærlega gert. Já. Fastur bolti sem Birkir Freyr tók vel á móti. Drautni þurfti að teygja sig heldur betur í hann. En sett hann frábærlega upp á Óskar sem að gat eiginlega bara valið hvar hann myndi setja hann í gólfið. KA leiðir 2-1. Fín móttaka þarna hjá honum Þórarni. Og svo frábær ávörn. Já. Ætli það ekki verið Óskar sem að klára þetta. Hann komið með 8 stig. Þetta fyrsta blokkstig KA í leiknum. Spurning hvort að varnarleikurinn sé að koma betur til hjá okkar öfluga liði. Beindi þá fram með boltan. Og sér út frá Andra. Nei, fyrirgeði hjá honum Ísak, fyrirgeði Ísak Tandra. Já. Var hérna í ákveðsannari stöðu hérna á miðjunni. En sett hann of uttalega. 4-1 fyrir KA. Og sér var krefandi bolti hérna. Drautnir tekur við. Matteo erfið bolti en Óskar nær að kýla hann áfram og þeir bjarga þessu. Koma hann yfir. Smá vandræði í gangi núna. Kemur Óskar, bombar þessu og þessu var út. Já. Rétt sem var út hjá Óskar og KA leiðir 4-2.
Draupnir getur ekki... Hörðu! Þessi móttaka hjá Matteo ekki nægilega góð. Draupnir ætlaði að berga honum en sá að hann gæti aldrei náða honum. En það hann skildir hafa reynt við boltan, trumlaði greinilega gestina og þessi bolti endar í gólfinu. Ekki alveg til útflutningssetta stig en skemmtilegt var það engu að síður. Og Gísli Marteins setur hann í netið. Æja, 5-3. Eða 3-5 eins og við séum á blaggmálunum. Þessum Þróttararnir með uppgjafaréttinn. Ramses Ballesteros fyrir gestina. Þetta þægilegt fyrir Óskar og boltinn tilbaka á Matteo afturlínunni. Þeir verðast þessu og svo kemur flottur boltur á Miguel Angel. Hann kom með 4 stig. Rétt eins og Þróttur í þessari hrinu, 4-5. Það kemur Óskar, nei þessi fór í netið, það var ekki touch. Þannig að Þróttur kom með 3 stig í röruna, jafni 5-5. Og þá klikkar uppgjöfin hjá honum Ramses. Þriðja uppgjöfin sem klikkar á gestunum. Þannig að það eru 6 talsins við Káa. En á sama tíma er Káa líka með 4 ásakætt einum. Káa ekki setja aðeins meiri áhættur í sínum uppgjöfum. Kemur Óskar. Þetta er fín móttakarinn að lauma en Birkir er mættur eins og ofta áður. Kemur Gísli Marteinn. Hvar endar þetta? Þetta er hérna á kantinum og já, Óskar nær að komast inn á bolta. Þjálfarinn Andri aðeins fyrir honum, allt í góðu. En þetta endar eins og með stíi hjá gestunum. Og Jose Federico kom með 2 stig. 6-6, þetta er stál í stál hérna í annar hrinu. Fastur bolti, sjáið frábær móttaka hjá Birki og boltin upp á Matteo. Matteo er blokkaður og þeir fagna þessu vel og innilega skiljanlega. Það er ekki oft sem að Matteo er blokkaður svona. Börkur Marinósson með sitt fyrsta stig og já, þeir geta fagnað þessu vel og innilega. Ég skil það mjög vel, ég myndi fagna þessu vel ef ég myndi hérna að blokka mannin sem Matteo. Birkir tekur við þessu, Matteo kemur við hérna flotta bolta sem að Þórarinn næri ekki að stýra. Fer upp í loftið, 7-7. Matteo kom með 10 stig. Já, eins og sé búinn að vera stigasti leikmaður Mizuno-deildarinnar eða hérna efstu-deildar fyrirgefið síðustu 4 ár. Kemur Hermann. Flottur boll, ég sýndist að vera að skrúast yfir en leið og ég tók við mér þá skoppan tilbaka og Þróttur leiðir 8-7 þetta. Þarna munaði ansi litlu að myndi fá á sín staðinn fara að mista uppgjöf stutt á milli í þessu. Þessi bolti Matteo. Æja, Draupnir er hann að bjarga þessu vel gert og við komum boltan yfir en nú er lag fyrir gestina, kemur hörkubolti frá Andra og af hárunni á Birkin er ekki að stýra honum. 9-7. Andri Snær Sigurjónsson. Hann er komið 2 stig. Jose Federico fyrir Þróttarana. Þessi bolti Matteo nær að stýra honum en þessi bolti frá Gísla er út og Þróttur er að ganga á lagið hérna. Komið 3 stig í röð, 10-7.
Matteo, Draupnir tilbaka á Matteo, Matteo bombar þessu, já. Það var smá hik í hávörninni og fyrir vikið fekk til að Matteo eiginlega bara frítt smass og það var ekki sögum að spyrja. Það er bara ekki hægt að vera í afturlínu og verjast þessum boltum frá Matteo þegar hávörnin er ekki til staðar. 2 stegminur. Og kemur Andri og sáu þetta var bara dreföld hávörn, lokuð hressilega á hann. Sýndi þetta að það var Gísli Marteinn sem að kláraði þetta. Þeir voru náttúrulega 3 þarna sem að tóku þetta. KA-liðið er strax að svara. Draupnir. Og sjáu því Óskar, þetta gerir hann virkilega vel. Boltinn á Matteo, Matteo á horninni, hann er enn í gangi. Hver tekur þetta afturlínu bolti. Og Óskar. Á Matteo, Matteo er að lauma, smá vandræði á gestunum, þeir koma boltanum yfir. KA er að drífa sig í gang hérna. Draupnir upp á Gísla, Gísli, já, þessi touch og út. Og KA-liðið fær stigið, þeir voru vildu eitthvað meina að það væri tvíslag hérna held ég hjá þrótturunum. Svo var eins og var ekki, en KA-liðið hélt bara áfram og náði stiginu 10-10. Draupnir fyrir KA. Hérna upp og reyna þessi bolti missettast þarna hjá Miguel og KA er komið 4 stig í röð. Þetta er fljótt að gerast. KA 11, Þróttur 10. Draupnir með fína bolta hérna. Boltinn hérna upp á Andra og hvað endar þetta? Óskar kemur hún yfir, frábærlega gert. Það var erfið stað sem var í hérna. Boltinn afturlínunni. Aftur er Óskar að verast vel og Matteo kemur strax yfir og svo kemur flottur boltinn frá Bergi hérna á miðunni. Jafnar í 11 Börkur Marinósson komið 2 stig. Þetta var eins og frábært rally. Boltinn gekk hratt á milli, bæði liðið að sína flottu takta. En það var Börkur eins og endanum sem að náða að koma boltanum í gólfið. Já, heldur betur líflegu leikur hérna. Gaman að þessu. Draupnir upp á Matteo, Matteo setur hann í netið. Það sneiða hann fram í hávörninni, gekk eins og var ekki að þessu sinni. Og þetta er flottur bolti, KA-liðið fær stigið. Já, Benedikt Rúnar Valtýsson kom með stig. Heyrstu mitt faðir hans vera hérna að fara fyrir stuðningsmönnum KA hér í stúkunni. Magnaður fyrir feðgar. Matteo setur hérna bolta í netið. Og Þróttur leiðir 13-12, sjáum hérna 8 missettar uppgjafir KA gegn 3. Birkir gerir þetta vel, boltinu upp á Óskar og frábær vörn, náður að berga þessu, nei, rittaraborðið, það var fyrir þarna og fyrir vikið, einhver hasar hérna, þeir lenda. Herru, já, ég ætla að stakka hans frá. Stigataflan í húsinu datt aðeins út þarna við það var þessi áreistu við rittaraborðið. Búið að laga það.
Æja, frábær hávörn en boltinn ennþá í leik, vel getur Þrótti að verðast þessu að halda boltanum á lífið hana og svo kemur Gísli Marteinn, þessi er eins og var úti og Þróttur leiðir 14-13. Þetta er búið að vera algjör veisla hingað til. Virkilega gaman að sjá blakið aftur farið af stað og það með svona leik. Minnum svo á að kvennaleik KA á fyrsta leik á miðvikudaginn. Þá mæta Þróttur Reykjavík norður og við í KA TV að sjálfsögðu með þann leik í beinni 14-13. Og Óskar, frábær hávörn, þetta var frábærlega gert. Jose Federico tekur hann. Komið 3 stig, blokkstigin orðið 4 hjá Þrótturunum. Birkir tekur við þessu, Draupnir bjargar þessu upp á Óskar. Óskar, það renda þessu bolti enn í gangi. Draupnir upp á Óskar. Óskar hittir hann hins vegar mjög illa. Þetta er sjálfsögð hjá honum. Þróttur 3 stig í röð, 16-13. Og KA tekur leikli. Andrei Collins komið sér nóg í billi. Þessi KA-liði er að spila flotta sóknarleik en einfaldlega frábær varnarleikur, trekk í trekk hérna hjá gestunum. Og þeir hafa svona yfirundir eins og þeir er. Þessi fyrir vikið þá ætla KA er að skóra fleiri smarstig en ég ætla á saman tíma að gera fleiri mistök. Tvær ólíkar nálganir fyrir kvöld. Spurning hvor verður ofan á þegar upp er staðið. Æja, leiklið búið, sjáum hvað verður hér. Birkir, Óskar upp á Gísla, Gísli setur hann inn. Já, þessi var inni, þetta var tæpi bolti, en ég held þessi rétt. Hann var inni alveg í hornið þarna og Gísli Marteinn Baldinsson, 7 stig hjá honum. Byrja þetta á krafti, virkilega öflugur strákur. Hvað reyndar þetta? Æja, Matteo tekur hann upp á Óskar. Óskar er að lauma og þeir ná að bjarga þessu, frábærlega gert. Draupnir, hvað velur hann núna? Hann velur afturlífspass frá Matteo og hann er úti. 17-14. Æja, þá er KA að gera 2 breytingar sínu liði. Inn á hann Lexi. Við höfum ekki séð Lexa hér í dag og svo er hann Patrik Konstantín Bors að koma líka inn á. Hann er uppspyrjari og þá koma í staðinn fyrir hann Draupni. Já, fyrsti leikur fyrir KA og það er spennandi að sjá hvað hann hefur fram að fara. Fyrsti stóri leikurinn á tímabilinu. Upp hérna Óskar og Finn Háha bjargaði þessu, vel gert, boltinn yfir. Hávörðin fín og Lexi er ekki löglegur frá Birki. Og röngumegin við antennuna yfir og Þróttur leiðir 18-14. 17. stigi sem að Þróttur fær eftir mistök á KA-liðinu. Það var svona þetta erfið staðan fyrir Birki að teygja sér boltarinn að koma löglega yfir. Og hérna er Birkir í vandræðum með, sjáu þeirra bolta hjá Óskar, hann er að bjarga honum einhvern veginn. Og
Það hefur eins og lítið að segja því að Miguel Ángel Ramos smarsar í hávörðina út, komið 5 stig og það er einmitt munurinn á liðunum 14-19. Þetta var algjörlega mögnuð björgun sem að vanta á því miður, hefur ekki sést í sjónvarpinu. Boltinn var ansi uttalega hana fyrir Óskar, en Óskar náði einhvern veginn að skrúa hann tilbaka. En svo ekki verið hann, þá var það ekki til eins. Kemur Lexi og þessi bolti út til honum. Sex stiga munur gestunum í Vil, eru þeir að fara að jafna vitil hérna í 2-2, nei 1-1 fyrirgefi hérna í annar hrinnu. Og Káa tekur aftur leikli. Sýnst þeirra einnig líbero breyting hjá okkur, Arnar Már Sigursson mættur í Káa-lið. Sjáum hérna 4 stig í röð hjá Þrótturunum, leiða með 6 stigum. Eru komnir með fínt taka á þessu, Káa-lið í smá vandræðum. Spurning hvað Andri Collins hefur fram að færa. Ég að gera hvað breytingar á Káa-liðinu núna. Sjáum hérna stiga hæstu menn. Matteo með 11 stig á Káa og Óskar 9. Það er svolítið lægra skorið hjá Þrótturunum. Það er ekki eins og ég segi, þeir eru búin að einbýta sem er að reyna að loka á stórskotarhríð Káa-liðsins. Það gengið vel núna undanföndu. Patrik á Óskar og sjáu þið! Gamla manninn Arnar Már. Fljótur bregðast við þarna, það er ekki nóg. Fljótur að snúa sér til Börkur Marinásson, komið 3 stig. Annars stig honum sem hann er fljótur að skilja boltanum yfir. Nýtir sér það að Káa-lið er ekki búið að ná að stilla upp. Og Patrik Bors, uppspilari Káa, á það ekki að bregðast þessu. 7 stiga munur. Strákarnir er komin í lykilstöðu í annar hreinu. Þessi bolti ekki nægilega góður því miður. Og Þróttur leiðir núna 14-22. Já, sem ég sagði að hann kemur mér óvart að þessi leikur færi aðeins í 3 hrinur. Og það er einmitt að reynast rétt strax hérna eftir 2 hrinur. Þarna sjáum við flottan bolta frá Lexa á hávörðina út. Lexi farin að spila sem kantur. Hans fyrsta stig. Næja, Óskar Káa-lið har komið með gott álöf núna og þetta bara hjálpar. Röng uppstilling á liði Þróttar. Sýnist Gonzalo er að segja mönnum að bara taka þessu. Bara klára hrinuna, það er 1, 2 og 3. Ég er algjörlega sammála því. Eftir að pyrra sig eitthvað aukvæðlega á þessu, myndin er það mikill og Þróttarnir eiga að klára þetta. Káa-lið gefst ekki upp. Óskar. Andri tekur hann bolta, kemur hérna á Miguel og hann klárar þetta. 23-16. 6 stig hjá Miguel Ángel Ramos, hann er stigastur hjá gestunum. Það er fastur bolti, Matteo nær ekki að stýra þessu, þetta er Ás. Já, Mikael kom með 7 stig núna, annar Ás gestana og þeir eru 1 stigi frá því að taka aðra hreinu, það er sannfærandi. Og jafnum þá metin í 1-1, sjáum hvað gerist. Hvað þarf 8 stig í röð. Bolti, jæja, flott móttaka hjá Óskar, kemur boltin tilbaka á Lexa og kom þetta fínt smass út úr þessu eftir allt saman. Káa-lið har að skila boltanum.
hvað nú? Yfirstig. Yfirstig á gestina. Ég sá þetta ekki nægilega vel. KH-liðið fær allavega stigið. Tuttugu og 4-17. Já, það er ekki rosalega oft sem að sé dæmt yfirstig í blaðkinu núna, en það hlýtur að hafa verið rétt. Og gult spjald á bæði lið. Það er heitt í hamsi hérna. Já, en gularspjaldið hefur svo sem litla þýðingu í blaðkinu. Það er að segja að þeir eru eitt og sér. En ágætis viðvörun fyrir þjálfarana á Gonzalo og Andrei Collins að halda ró sinni. Draupnir hennar bolta, hann er inni! Sá datt niður, ég skil Þórarinn mjög vel að hafa látið hann fara, en þessi bolti einhvern veginn pompaði niður á Draupni. Það fyndi á sína káa. Nei, fyrirgefið, þetta er Ragnar Óli fyrirgefið. Ragnar Óli Ragnarsson. Aftur kemur hann. Andri af hórninni og KH-liðið er ekki að berga þessu og þetta er þá búið spil. Önnur hinn er búinn, 25-18 sigur Þróttar. Andri Snær Sigurjónsson gerir stigið sem kláraði þetta og við erum að fara í þriðju hrinnu í stöðunni 1-1. KH-liðið er aðeins að dreifa álaginu, en eftir jafna spennandi hrinnu framan af þá vinnur Þróttur afar sannfærandi og sanngjarnan sigur 18-25. Munurinn samt kannski full mikill, en það er ekki spurt af því. Stigastumenn Miguel Mateo Castrillo 11 fyrir KA, Óskar Fernández Selís 9, Gísli Marteinn 7, aðrir minna hjá Þrótti. Þar er Miguel Ángel Ramos með 7 stig, stigastur, Börkur Marinósson og José Federico Ferreira og Andri Snær allir með 3 stig, aðrir minna. Kíkjum svo á tölfræðina hérna í annar hrinnu. Kemur hér 18-25 sigur Þróttar, 9 smasti hjá KA gegn 7. Áfram eins og ég segi hörku sóknarleikur hjá KA, en nú var það varnarleikurinn hjá Þrótti sem að hafði einfallega betur. 1 ás að sérhvert lið, 1 laum að sérhvert lið. KA-liðið náði sína fyrstu 2 blokkstigum, en áfram háutinn öflug hjá gestunum. Og svo það sem að skilur liðin að það er að KA gerir 14 mistök sem gefur gestunum stig, en Þróttarar gáfu aðeins 5 stig tilbaka og skoruðu einmitt mest 6 stig í röð. Þeir breyttu stöðinni úr 14-16 í 14-22 og svona í heildina sanngjarni sigur þeirra í annar hrinnu og staðan jöfn 1-1. Kíkjum kannski örstutt á hvernig hún spilast þessi önnur hrinna. Sjáum að KA-liðið byrjaði þetta krafti, komst í 5-2, en svo tóku Þróttararnir heldur betur við sér, leiddu 7-10 og svo miðbik hrinnunar komuðu með frábæran kafla og skildu KA-liðin hreinlega eftir og já, niðurstaðan 18-25 sigur Þróttar Fjarðabyggðar. En já, við komum að vörðumspori í þriðju hrinnu.
Já, fyrst stig komið hérna í þriðju hrynu. Það eru gestirnir sem að halda áfram þessu frá var horfið. 1-0. Þessi bolti eins og alltof langur frá Andra Snæ. Og Káa 1, Þróttur 1 hérna í upphafi þriðju hrynu. Þetta er algjör lykil hryna. Við sem að tekur þessu hrynu alltaf öruggir með stig og leiknum. Og þessi bolti frá Ísak út á óheppinn með spöðsinn sín, hann Ísak. Búinn að enda í svona oftar í kvöld að vera í lykilstöðu á miðjunni en setur boltan aðeins á utalega. Káa 2, Þróttur 1. Óskar Fernandes. Flottur bolti, fín móttaka og aftur of langur bolti hérna frá honum Ísak. Já. Það er þetta smá pillu frá bekknum hjá Káa. En hann þarf að halda áfram. Það kemur 3-1 fyrir Káa. Óskar aftur, þessi bolti ekki yfir. Fannst hann vera líklegur til að skrúast yfir en svo var ekki. Og Þróttarar fá sitt annað stig. Langur bolti, allt og langur. Og það er einmitt Ísak sem tekur það. Og þá einmitt þarf hann að skipta við Þórarinn Líberó. Fjögur 2. Fínn bolti, Þórarinn tekur vel við þessu og þessi bolti í netið fór ekki í hárinu á Matteo. Þannig að það komið 4. snertingin hérna hjá gestunum. Það er boltinn hérna upp á slakur bolti. Þetta er ekki alveg að falla með gestunum núna. Ramsey næði ekki að stýra boltanum betur en þetta. Setur hann bara beint í netið. Staðan 6-2 fyrir Káa og það er svona meira því að gestirnir eru að gera fleiri mistök. Já, líklega öll 8 stigin sem eru komin hérna í þriðju hrynu eftir mistök leikmanna. Kannski alveg það sem við viljum sjá. Já, það heldur áfram hérna. Þessi bolti er út frá Matteo. Þetta er eiginlega magnað. Káa 6-3 yfir. Væntanlega öll 9 stigin eftir mistök. Sjáum hvað Ramsey Ballesteros gerir. Jæja, fín móttaka kemur Matteo. Hann blokkaður og hann kemur fyrsta stigi sem er ekkert í mistök. Frábær blokk hérna. Og Miguel Ángel Ramos heldur áfram að ræða stigunni, komið með 8 kvikindi. Ramsey langur bolti og Óskar upp. En ekki ægilega gott. Boltinn af netinu svo út og staðan 6-5. Já, ekki tókst Edvard að koma sér á blað þarna. Það er annað tækifæri, líklegast bara strax. Nei, Matteo blokkaður en boltinn áfram í leik. Kemur Matteo aftur og þetta er gott stig hjá Matteo. Komið smá tími fyrir hann skoraði stig og hann bætir úr því hér. Komið 12 stig, 7-5 fyrir Káa og Káa-liðið er að svara flott fyrir hrynuna áðan sem fór ekki nægilega vel. Boltinn hérna upp og sjáu þið Birki vel staðsettur, tekur vel á þessu og
Boltinn áfram með leik, frábær varnarleikur báðum megin og vel gert hérna. Hvar endar þessi bolti? Matteo setur hann út. Hann var nálægt línunni en úti var hann 7-6. Þetta var frábært rally hjá liðunum. Magna Black hérna á bóðstólum í K-milinu. Og spennandi leikur. Fín móttaka og flottur bolti. Þetta var virkilega vel gert. Boltin upp á Ragnar Óla og hann skorar hörku smas hérna. Já, skoraði Ás undir lok annar hreinu og svo komið með flott smas þarna miðjunni. 8-6 fyrir K.A. Tvekja stefnur. Edvard. Æja, Þórir er ekki vandræðum með þetta. Boltin upp á Andra og Andri setur hann út. Ekki touch. Nei, jú, það er touch. Fyrirgefið. Og hann fær það stigið. Það hafði ekki verið sérstaklega mikið touch, en greinilega heyrst kannski betur niður á velli í snertingunni. 8-7 fyrir K.A. Upp á Matteo á raflínunni og þetta gerir hann frábærlega. Hann er kannski ekki vel besta smassinu, hann var bara ítir boltanum í hárnina. Það var utarlega, boltinn skrúast í burtu. Já, klókur hann Matteo kann blakið inn og út. Það er búinn að lyfta kvennalið K.A. upp á annar plan eftir að hann tók við stjórn þess. Þessi bolti sem var út. Sjáum við þetta 10 mísundar uppgjöðu K.A. gegn 5. Aðeins að jafnast, mundurinn var aðeins meiri að hann. Langubolti, Edvard tekur við þessu og kemur Óskar, frábær bolti. Þeir eru að ná að verjast þessu virkilega vel gert hjá Þrótturunum. Boltinn aftur upp á Óskar og það er rosalega auðvitaðlega en Óskar næra stýrunum yfir, vel gert. Og afturlínu smass og þetta er erfitt, en hvað endar þetta? Matteo næra að stýra þessu. Birkir skilar honum, en nú er þetta lag fyrir Þróttarana. Og Andri bombar þessu og skorar á Birkir aðeins og framalega og tegur þetta sig. 9-9. En enga sigur alltaf fastur bolti og meirinn að segja hann á að stýra þessu. En Birkir ætlar sér mikið og hann gerir meiri kröfur af sjálfans heldur en þetta, sem er líka bara gaman að því. K.A. missi boltan eins og hérna yfir og koma Þróttararnir með hörkusmas sem vel gert hjá Matteo. Hvað endar þetta? Matteo kemur aftur. Virkilega skemmtilegu bolti hérna og þessi er úti svo frá Andra. Þeir vilja meina touch, ég er ekki viss um það. Og K.A. leiðir 10-9. Já, það koma áhugaverðar ábendingar úr stofunni. Þessi hafi verið úti og hann á að vera inni. Skemmtilegu bantur í gangi. Það er fín hávörð. Ói, þetta vantaði meiri talanda. Þetta var mættur að taka þetta en Matteo stóðst ekki máti og reyndi að slá hann upp. Og Þróttur jafnar því metin í 10-10. Andri Snær. Langur bolti út. Áfram leiðir K.A. 11-10. Og bolti hjá
Ramses setur hann í háruna út. Já, hann er komið 2 stig í leiknum og jafna hérna metin í 11-11. Æja, þessi mikið undir í þessari þriðju hrynu. KL vill líka væntanlega byrja deildina af krafti og ná í 3 stig. Þá má ekki tapast ein hrynu viðbót. Þessi bolti út. Á honum Edvard. Þá var Ísak Tandri í uppgjöfinni. Boltið með þægilega fyrir Birki og boltið upp á Matteo. Matteo eins og var missetna boltan, stekkur aðeins og snemma upp og fyrir vikið svíður boltin yfir hann. 11-13, 3 stig í röð á gestunum og þeir eru að ná yfirröndinni. Þá er Lexi mættur inn á, Matteo fara aðeins að hvíla. Skilur að Lexi séu þau væntanlega að koma inn í stöðu Díó. Hælubolti yfir, Lexi upp og Edvard að hárninni en boltinn enn að gangi hérna, kemur Lexi hinum megin. En þetta var vel varist á gestunum og boltinn út og KA-lið fær stigið, fór hérna af antennunni eða spýrunni og KA fær hérna mikilvægt stig nær að höggva hnútinn og 1 stigs munur, 12-13. Ja, hvar endar þetta? Upp á Lexi, ansi aftarlega nær samt að skora úr þessu, vel gert hjá honum. Og saman tíma, Ramses ekki alveg að stýra þessi boltan eiginlega vel, en gott stig hjá Lexa, komið 2 stig. Frábær Hávard, sáu þessa Hávard hjá Edvard. Edvard Konstantín Bors. Frábær Hávard og hann er komin á blað. Það er í smá vandræðum með smössin sín, en þetta gerði hann frábærlega og gefur hann vonandi smá byr í seglinn að halda fram að keyra á þetta. Já, þetta er vel gert og nú kemur hann blokkaður en Óskar heldur þessu gangandi inn, þarna vantaði Talanda, bolti 2, það uppbyrjar að sækja, en hann enda að vera í gólfinu, 14-14. Það gefur Edvard og setur hann af Hávardinni, en Hávardin hefur betur. Börkur Marinósson komið 4 stig og blokkstiginn 6 hjá Þrótturum. Þeir eru að reynast KA-liðinu, ansi erfiðir. Bara að líða hérna á síðar hluta þriðju hrynu. Og talandi Hávardina, frábær Hávardin hjá Jose Federico. Já, 2 stiga munur. Ramses með bolta, Birkir eins og ekki vandræði með þetta og boltinn upp á Lexa og Lexi skilur sér beint í gólfið, þetta gerir hann virkilega vel. 15-16, Lexi komið 3 stig og nú bara spila ansi vel. Þess að við vanari að sjá hann spila miðju. Hann er að breyta til
Og hvað enda missa boltan yfir og þá ekki að sögum að spyrja. Hann Patrik Konstantín Bors, auðspyrjarinn á KA núna, hann fljótur átta sig og refsaði strax. Jafnar í 16-16. Já, Lexi kýrir þetta vel, næra haldur sig gangandi, kemur Óskar með flotta bolta en þeir á að verðast þessu, boltinn hérna uttalega á hann Mikael, en KA-liðið nærra verðast Edvard Konstantín, já. Edvard Konstantín Bors komin í gang, þetta var virkilega flottur bolti og KA leiðir 17-16 núna. Lexi, wow, þessi var tæpur hjá honum, hann skoppa tilbaka. Annar, eða jafnvel þriðji svona boltinn á KA sem að skoppa tilbaka. Staðan 17-17 og þá sýnst mér Gonzalo Garcia taka leikli fyrir Þróttarana. Já, gott ef þetta ekki bara fyrsta leikli Þróttara í leiknum. Voru við svo jafna metin en ég ætla að segja rétt hjá honum að KA-liðið svona aðeins að ná tökum á þessu. Þannig að fínt að stoppa það strax. Sjáum hvað hann hefur upp í erminni til að bregðast við því. Jæja, alltaf að vera klárt hérna fyrir endasprettin hérna í þriðju hrinnu, 17-17. Þessi úti, vel gert hjá Birki að láta hann fara þegar hann var ekkert langt úti, en úti var hann. 18-17 fyrir KA. Eins og ég segi eiginlega alltaf á þessum kafla í hrinnunum, nú fyrir hvert stig að vera mikilvægt. Já, og hvað endar þessi bolti? Jæja, hann í gangi. Lexi kemur hérna, reynir að lauma en verðast þessu. Frábær hávörn og KA-lið fær stigið. Þetta net. Já, net á gestina og KA-lið fær hérna rándýrt stig. 19-17. Edvard Konstantín Bors. Fýtt bolti hjá honum, þeir ná að halda honum. Þó ekki löglega tvíslag hérna á hann Börk. Þegar hann var að fara í uppspilið. Þá tekur Gonzalo Garcia aftur leikli, ekki skila sínu þetta leikli. KA-liðið með 3 stig í röð núna, 20-17. Spurning hvað Gonzalo gerir núna. Ég sé þetta þessi stig búin að vera svona eiginlega hálf klaufaleg, búið að vera net og tvíslag. Spurning hvort það kannski eitthvað mikið sem það þarf að breyta, kannski aðalega bara róa með niður og bara biðja með að halda áfram að spila sitt blak. Sjáum þetta stigastu menn. Matteo 13 stig, Óskar ekki komin á blað í þriðju hrinnu. Svo Mikael Angel með 8 hjá gestunum og Andri Snær 5. Jæja, þá erum við klári að hefja leikinn aftur. KA skyndilega 3 stigum yfir og með Pálmann í höndunum. Þó ekki Gunnar Pálma, hann ekki með hér í kvöld. Jæja, kemur Andri og hann blokkar að tressilega, frábær hávörn. Patrik Konstantín Bors. Já, hann komið 2 stig við spyrjarinn Knái. Og þetta ás. Já, Edvard
með á sig. Þetta var klaufaleg móttaka á gestunum og þeir eru einfallega að missa þetta frá sér hérna. 5 stig í röð og KA, staðan var 17-17 rétt á hann. Edvard aftur. Smá vandræðamenn, ná að gera vel úr þessu. Andri, já. Heldur vinni í þessu, gott stig. Fyrsta touch var erfitt en þeir náðu að gera mjög vel úr þessu. Hann Börkur kom boltanum upp í loftið á Andra Snæ. Kom með 6 stig. Hvergi er í búið en vissulega þurfa Þróttararnir að spýta í lófana. Birkir missir hann yfir og hann lúrir hann Ísak Tandri. Kom með 3 stig. Já. Skildi það aldrei verða að Þróttararnir myndu svara þessum 5 stiga kafla KA með 5 stigum á móti. Andri Króleins brýnir fyrir KA-liðinu að vera áfram á tánum. Kláraði þetta. Óskar af hávörðina út. Þetta fyrsta stig á Óskar í þriðjörinu. Mikilvægt. 10 stig á honum. 23-19. Þá kemur Benedikt Rúnar Valtýsson inn í framlínuna hjá KA. Við erum þá án líberó akkurat þessa stundina. Og Andri skorar. Já. Virkilega öflugur. Og við vorum ekki lengi að fá þá Birki Frey aftur inn í líberóstöðuna. 23-20. KA 2 stigum frá þessu. Nú komst í 2-1. Það þarf að sækja þessi stig. Óskar gerir það. Já. Nei, reyna sjálfsögðu allt hvað þeir gera til þess að bjarga boltanum. Gekk ekki og fyrir vikið fór öryggisbandið utan af völlinum niður. KA 1 stigi frá því að komast í 2-1. Og gott stig hérna frá Ramses Ballesteros. Heldur Þróttum á lífi en þeir þurfa 3 í viðbót til að knýja fram upphækkun. Það er pressa á Andra Snæ að skila sínu hérna í uppgjöfastöðinni. Boltinn frá honum, fít bolti, Edvard tekur við móti og boltinn upp á Óskar. Já, þetta er rétt tvíslag í uppspilinu. Og Þróttur 2 stigum frá okkur núna. Boltinn upp á Óskar setur hann í netið, heyrðu, það munar aðeins 1 stigi núna, eru Þróttararnir að ná þessu. Þá tekur Andri Collins dos Santos leikli fyrir KA. Reynir aðeins að slökkva í gestunum, en Andri Snær hlýtur nú að koma bara með öruggan bolta yfir. Býður ekki upp að láta taka sig hérna úr sambandi hérna. Ég hef mikilvægum bolta og næsti bolti er. Sjáum hérna síðstig. Óskar virtist vera að klára þetta verið KA í 24-20 en 3 stig rauð hjá gestunum er að koma heldur betur inn í þetta aftur en þeir þurfa eins og er 1 í viðbót. Svo þetta þekkjum þarf að vinna með 2 stigum. Þannig að KA dugir bara að skora næsta stig. Þessi bolti beint á Birki, flott móttaka hjá honum og Lexi. Með fína bolta, þeir resta þessu vel og hvar endar þetta? Kemur inn að lauma og þeir náði, þeir eru að jafna í 24-24 og við erum að fara í upphækkun hér í 3. hrinu. Ramses Ballesteros kom með 4 stig og þetta var mikilvægt. Já, við erum farin í upphækkun, KA-liðið virtist vera með þetta en 4 stig í rauða Þrótti.
Birkir, fín móttaka, boltinn upp á Óskar. Óskar blokkaður og KA nær ekki bregðast við og þeir eru skyndilega komnir í lykilstöðu gestirnir. 24-25, Miguel Ángel Ramos Melero með 9 stig. Og nú það þeir í Þrótti sem geta klárað þetta með næsta stigi. KA komið bak upp í vegg, það aldeilis. Birkir, flott móttaka. Boltinn upp á Óskar. Óskar, já, heldur KA á lífi og við hækkum aftur. 25-25. Já, hérna hér. Hvar endar þessi veisla? Ég segi þriðja hreinu náttúrulega gríðarlega mikilvæg. Óskar. Bolta. Smá erfið fyrsta touch en þeir ná að gera vel úr þessu og búum boltan yfir og vandræði á KA-liðinu, reiknuðu með að þetta væri komið stig. Já, Þróttur fær stigið, einhver smá reikisteyna samt á gólfinu en ég held þetta bara hárrétt. Þróttarnir virtust verið í vandræði með þetta, komum boltanum yfir og svona fannst til á KA-liðinu eins og þeir voru búin að byrja að fagna stiginu og fyrir vikið voru ekki alveg tilbúinir í að verjast þessu. Og aftur er Þróttur núna í stöðu á að klára þetta. Og þessi boltið ná að berga þessu en nú er séns fyrir gestina að klára þetta, kemur hörkubolti, frábær hávörn en boltinn enn í gangi og þetta er bara ekki boði. Engin hávörn gegn Jose Federico og hann nýtir sér það og klárar þetta fyrir gestina. Þeir vinna þriðju hreinu 25-27 eftir að þeir voru 24-20 undir. Þetta er karakterinn á sama tíma, þetta er ansið fúlt fyrir KA-liði og Þróttur er hið minnsta að fara með stig út úr leiknum í kvöld. Já, góðir hálsar, það er aldeilis. Sjáum hérna úrslitin í hreininum, KA vinnur fyrstu en Þróttur bara taka næstum 2 núna. Já, sjáum hérna stigastu menn. Miguel Ángel Ramos. Sá er að standa fyrir sínu fyrir gestina og þá er Andri Snær Sigurjónsson líka að stíga heldur betur upp. Stigastir hjá gestunum á KA, Matteo og Óskar eins og svo ofta áður stigastir hjá KA. Kíkjum svo á tölfræðina hérna í þriðju hreinu. Já, 25-27 sigur Þróttar Fjarðabyggðar eftir upphækkun. Eftir að KA leiddi 24-20. En hann þarf að klára verkefnið. Það er ekki nóg að koma sér í góða stöðu. 10 smastig á bæði lið. Sóttin að Þrótti að verða beittari og beittari. 1 ás hafa KA megin, 1 lauma hafa gestunum og sjáum blokkstigin 4 hjá Þrótti, orðin 8 í heildina, 2 hjá KA, orðin 4 í heildina. Mistök mótir að 12 á slikot lið, það var þetta mjög jöfn og spennandi hérna. En já, þessi stiga runa 5 stig hérna í stöðunni 24-20 sem að breytti öllu. Það er lykillinn aðeins hjá gestunum sem að leiða hér í KA-milinu 2-1 eftir 3 hrinur og geta núna klárað dæmið hér í 4. hrinu. KA-liðið eins og var með yfirhundina allar hrinuna eins og sjáu hérna en náðu ekki að klára þetta. Ég sem ætlaði að fara að hrósa KA-liðinu fyrir hvað við voru að gera vel í að bregðast við erfiðri annar hrinu en það var ekki nóg.
og nú KA-lið með bakið upp í vegg. Og þá Matteo mættur aftur til leiks. Já. Já, kemur Börkur, þessi bolti, þægilegur fyrir Edvard og svo upp á Óskar. Óskar bombar þessu niður, þetta var vel gert. Rosalegur kraftur í honum, bæði stökkkrafturinn og líka bara þessi svakalegi hraði sem hann næra bolta þegar hann smell hittir hann svona. Æja. Fín hávörðin á Benedikt og boltinu upp á Matteo. Matteo með fína bolta, eins frábær varnarleikur og svo tvíslag í uppspilinu hjá gestunum. Þessi ekki þriðja tvíslagi sem búið að dæma á það í kvöld, þriðja eða fjórða jafnvel. Og voru óvenju mikið þetta. KA leiðir 2-0. Ja, boltinn út af kantinn og frábærlega gert hjá Ramses. Það hérna góðan bolt út á kantinn og setur hann af hávörðinu og út. Hann komið 5 stig. Ja, hvað endar þetta? Kemur Matteo. Frábær hávörn hjá Ramses, heldur sig gangandi og Birkir bolti upp á Matteo. Matteo setur hann lausan en við missa boltan yfir. KA-lið fær aftur séns og á mók á KA-lið. Ég held að þetta sé hárréttur dómur. 2-2. Með fína bolta, Óskar tekur vel á móti og boltan upp á Matteo. Frábær hávörð, Birkir missir hann eins og var yfir og fín hávörð og boltin ennþá gangi vel gert hjá Matteo að ná að krafsa hann í hann og boltin enn í gangi. Hvar endar þetta? Birkir flott móttaka og erfiður bolti þarna og þetta hárrétt tvíslag. Þriðja stig í rauða gestunum, 3-2. Já, vantar svona aðeins upp á að tengja betur KA-liðinu. Birkir flott móttaka, boltinu upp á Óskar. Óskar setja hann á döðasvæðið, gengur eins og var ekki. Óskar upp og Matteo, fínn bolti, bjarga þessu eins og það er. Virkilega gott blakk hérna sem liðin að bjóða upp á. Óskar, já, hann lemur hann niður. Hans 14. stig. Óskar Fernández Celis. KA-lið tekur svona smá pepp. Silla með bakið við vegg, þeir þurfa að vinna sér hreinu. Annars fara þeir stigalausir heim í kvöld. Og já, Andri missir bolta aðeins svona frá sér og endar í netinu og KA-liðið fær stigið 4-3. Ásjá Óskar komið 15 stig. Þurfum eiginlega helst að ná að virkja fleiri leikmenn. Þetta svo oft mikið á Matteo og Óskari. Æja, vel gert og Matteo skýrir honum vel yfir og
Kemur flottu bolt á kantinn, frábær Hávörð, boltinn enn í leik, aftur innar kantinn. Upp á Óskar á afturlínunni, skoppar á netinu, enn í gangi. Þetta er virkilega skemmtilegt, frábær Hávörð, boltinn er enn á lífi, hvar endar þetta? Reyna að lauma og þetta er vel gert. Flott yfirsýn á Miguel Ángel Ramos. Káali í miklu vandræðum með hann heldur ekki bara að fara áfram að þjarma að okkur, komið með 11 stig. Eiga virkilega flottan leik á kantinum fyrir Þrótt Fjarðabyggð. Það kemur Matteo og ná að ferjast þessu, snúa að koma boltanum yfir en Káali eins og spila flottan sóttanleik hérna. Kemur Matteo og þessi bolti vantilega af Hávörðinni og út, já. Þetta er rétt. Já, menn hafa bara gaman að þessu, brosa þessu, það er að gera. Lítið að gera, en hafa bara gaman að þessu. 5-4 fyrir KA hér í fjórðu hinu. Benedikt Rúnar Valtýsson í uppgjöfinni. Fínn bolti, fín vörn eins og svo oft áður hjá þeim. En þetta er mjög fín vörn af KA á móti og Matteo með flotta bolti yfir. Hvar endar þetta? Virkilega skemmtilegt rally sem búið að vera núna undanfarið en þessi bolti frá Óskar er út. Og enn er jafnt, 5-5. Það er boltinn upp á Matteo, þetta er þeir að bjarga þessu. Frábærlega gert hjá Þrótturum, þeir ná að bjarga þessu en það kemur ekki til neðst í Edvard nær svo að svara. En mikið óskaplega var þetta flottu varnarleikur Matteo í úrvalsstöðu nær hörkusmassi. Þeir náðu einhvern veginn á ótrúlegan hátt að verjast þessu og kom boltann aftur yfir. En sóknarleikur KA er beittur og Edvard náði að svara. Og Birkir Freyr Lípur og KA færði boltann beint í andlitið. Greinilega vel vaxinn að boltinn skoppaði upp á við. Á allir á honum. En, aðja, síðan sloppið við bróðum sér. Hann getur haldið að horfa leik hérna. Men fórna öllu hérna. Ja, þessi bolti er svo út. Andri Snær setur hann út, hann er búinn að eiga flottan leik en hitt ekki völlinn hérna. KA 7, Þróttur 6. Hér erum við að fara í 8 hrinu. Það er auðvitað að væri magnað fyrsti leikur tímabilsins myndi enda í 8 hrinu. Þetta fá mikið fyrir peningin. Eða fyrir peningin, það var frítt inn í kvöld. Boltinn upp á Óskar frá netinu, nær fínum bolta. Birkir frábær vörn hjá honum, boltinn upp á Óskar enn og aftur og blokkar beint niður í gólf. Þannig að hann fær stigið. Mér fannst það í fljótu bragði hafa farið KA megin við netið, svo var ekki. Óskar skorar enn eitt stigið sitt. Kemur Óskar aftur, blokkaður og þessi endar inn á. Svona, 8-7.
enn eitt blokkstig hjá gestunum. Þau eru 9 í kvöld, KA með 4. Boltinn hérna upp á Óskar, Óskar á hafvörninni og skorar, já, halda honum engin bönd. 17 stig, frábær leikur hjá honum. Stendur fyrir sínu á vellinum og á skrifstofunni hérna í kámilunum. Frábær viðbót, Óskar Fernández Celis. Og svo kemur frábær bolti hérna frá Andra Snæ. Hann bætir upp fyrir klúðrið á hann, komið með 8 stig. Já, boltinn upp á Óskar, Óskar setur hann langan, þetta gerir hann vel, hefur yfirsýnina. Það er ekki alltaf að bomba. Hann er komið með 18 stig. Ef þetta var einhver önnur íþrótt blak, þá er það búið að taka hann úr umferð. Það er ekki búið í blakinu. KA leiðir 10-8. Og sjálfsíð mistök þarna hjá Þórarni. Já. Það er ekki oft sem maður sér líberó klúðra svona og Þórarinn veit upp þessu sökina. 11-8. Þessi boltinn svo var út. Og mundurinn áfram 2 stig, 11-9. Þetta er fyrsta uppgjör sem klikkar við KA í þónokkuð tíma. Það opnar 12 í heildina eins og við sjáum hér. 7 hjá gestunum. Langur bolti hérna. Og sáuði þetta. Matteo. Sýrilega var að háurinn gjörsanlega lokað á hann að hann bara ákveður að bombi háurinn út. Og skora sitt 14. stig. Nei, algjör unun að fylgjast með leikmönnum eins og Matteo. Svarar hann Miguel Ángel Ramos fyrir gestina. Setur hann í hávöldina og jólið 10-12. Þetta var einhver misskilningur. Sýndist hann Benedikt halda að boltinn myndi skoppa yfir. Og staðan 11-12. Þróttur með 2 stig í röð hérna. Og já, þessi er út. Vel gert hjá Birkir að fara. Og KA nær að halda forskotinu. Fínt spila miðjuna en flott háutin KA-liðinu eins og svo nokkuð sem áður hérna í kvöld. Og þessi bolt frá Matteo ekki alveg nægilega góður. Og Þróttur komið í 12 stig, 12-13 hérna. Boltinn upp á Edvard og þeir ná að verða þessu boltinn yfir en út frá Miguel Ángel.
boltinn upp á Matteo. Vörðin skilur boltann beint aftur yfir og kemur Edvard og hann skorar. Já, Sá að finna sína fjöl hérna og það virkilega gott fyrir KA. Hann komið 5 stig. Tók smá tíma að finna miðið en hann farin að skila núna heldur betur. 3 stiga munur fyrir KA. Og strákarnir vonandi reynslunni ríkari frá síðustu hreinu. Og ná þá að knýja fram þessa upphækkun. Frábær Hávörð. Þetta virkilega gaman að sjá. Ragnar Óli Ragnarsson kom með 3 stig. Hans fyrsti leikur fyrir KA og þetta gerði hann virkilega vel. Ég segi smá breytingar á KA-liðinu frá síðustu leiktíð þar sem við fórum í lokaúrslitin. En ógnar sterkt lið Hamars sem að hampaði Íslandsmeistaratitlum á síðustu leiktíð ásamt bikar- og deildarmeistaratitlum líka. Og spurning hvort eitthvað lið ná að eiga roð við þessa frábæra lið Hamars. Kemur Edvard og hann að skora. Þetta geggjað að sjá. 17-13, kom með 6 stig. Fín móttaka kemur boltinn afturlínu frá Mikael en KA-línan að verðast þessu. Kemur Matteo, fín vörn hjá gestunum, kemur boltinn tilbaka. Óskar af Hávörðina út og fagnar þessu vel og innilega. Þetta frábært að sjá, okkur með 19 stig. Og þetta að verða erfiðara fyrir gestina en þeir svo sýndu það svo sannarlega í síðustu hreinu og þeir gefast aldrei upp. En þá taka þeir leikhlé. Gonzalo Garcia tekur fyrra leikliðið sitt hérna í 4. hreinu á 1 eftir. Já, fyrra leikliðið í 3. hreinu gaf ekki mikið. Svo tók hann bara aftur leiklið og þá snýrist þetta við. Það spurning hvort hann þurfa að taka leiklið bara strax aftur í kjölfarið. Sjáum til. En já, flottur kafli á KA núna. Eru búin að ná að slíta sig aðeins frá gesturum en 5 stig í blanki svo sem ekki mikið. Það fljótt að fara ef þú slakar eitthvað á. Já, ná að berga þessu gestunir. Frábær Hávörð þarna. Já, Ragnar að standa fyrir sínu. Aftur blokkstef hjá honum. Ragnar Óli Ragnarsson. Hann ekki séð mikið af þessum dreng áður en hann kom inn í KA. En hann að heldur betur að koma flottur inn. Stór og stæðilegur. Og þessi bolti frá Óskari, hnit miðaður. Já, gengur allt upp hjá KA núna. Munurinn skyndilega 7 stig. Og þá kemur leiklið nummer 2 hjá Gonzalo. Það spurning hvort að það skýrir sama árangri á leiklið nummer 2 áðan hjá honum. Já, þetta lítur vel út hjá KA-liðinu en skulum ekki afskrifa Austfirðinga. Ég segi 24-20 staðan fyrir KA í 3. hreinu áðan. Endaði samt með 25-27 sigur í Þróttar.
Þarna hins vegar vantaði heldur betur upp á varnarlínu Káa. Óskar á að vita betur, hann á að vera mættur hérna. Þetta var Matteo ekki lengi að benda honum á, hann átti að mæta þarna. En vel gert hjá Andra Snæ. Sá það að þarna var risapláss óvaldað hjá Káa-liðinu. Kemur Óskar, nærmar að svara fyrir þetta, já. Ekki lengi að svara fyrir mistökinn í vörðinu áðan. Kom með 21 stig og Káa 21-14 yfir hérna í fjórðu hrinu. Stefnir allt í 8 hrinu hér í Káa-milinu. Já, reyna að lauma, Óskar sér við þessu en aftur séns fyrir gestina. Andri af hárunni og sérðu, Edvard var næstu búinn að bjarga þessu. En gott stig hjá Andra Snæ, kom með 10 stig. Næst stigastur hjá gestunum. Þeir þurfa að halda áfram að keyra á þetta. Þeir ætla að koma í veg fyrir oddarhinnuna sem að stefnir allt í hérna. Já. Það er mér hérna mók á Óskar. Það er lítið hægt að segja við þessu. Hálf greip boltan áður en að lyfta honum upp, þannig að þetta er hárrétt hjá Sævari, dómara leiksins. Æja, boltin upp á Óskar. Óskar, já, halda honum engin bönd. 22 stig. Ekki sá hæsti í loftinu en Óskar, en hann stekkur gríðarlega hátt. Og þetta er ás. Já, þetta eru risa mistök á þessum tímapunkti leiksins og Patrik Konstantín Bors. Hann er komið 4 stig, hann er uppspyrarinn. Flottur ás, 9. ásinn Káa, 9-3 í ásum með Káa-liðinu. Hvar endar þetta? Já, Bendit er að halda lífi í þessu. Óskar, fínn bolti og Káa-liðið fær svo stítin sem þetta net. Já, fellur lítið sem ekkert með gestur núna og þeir þurfa að reyna á kraftaverki að halda. Þeir þurfa 8 stig í röð núna til að knýja fram uppbækun. Annars erum við að leiðin í oddarhreinu. Flottur bolti, aðja. Og hörku smassanda frá Ramses. En Káa verst þessu og Matteo með boltan, þeir ná að verjast þessu hinum megin. Þægileg bolti yfir, nú er lag. Boltin upp á Matteo. Þeir frábær vörð þarna hjá honum Berki. Og kemur Óskar, setur hann út. Ok, þetta er ekki búið. 24-17. Jæja. Og Miguel Angel með sitt 13. stig. Strákarnir gefast ekki upp. Það skildi þó aldrei verða að þeir myndu ná aftur að stela hreinunni hérna úr klóm Káa-liðsins. Birkir, já, ok, þeir ná að berga þessu boltinn þægilega yfir hins vegar. Og Miguel. Birkir var í smá vandræðum bolta og Miguel er þá áfram að skora, komið 14 stig, 5 stiga munur núna, 3 stig í rauða þrótti. Þeir þurfa hins vegar áfram að gera engin mistök og þá tekur Andrei Collins leiklið fyrir Káa. Andrei Collins og Santos. Við vantilega bara að róa sig, bara spila sinn leik.
Ef allt eðlilegt þá ætti KA-lið að fá það eina stig sem vantar. Jæja, þá erum við klári í slaginn á ný. 19-24 fyrir KA. Fín móttaka, boltinn upp á Matteo á horninu og í gólfið og KA klárar þessa fjórðu hrinu. Við erum að fara í 8 hrinu að sjálfsögðu. Blakveislan heldur áfram í KA-liðinu, 15. stig hjá Matteo. Það er það nokkuð ljóst að þið þurfum að halda áfram að horfa á þennan leik. Góðir áhorfendur, þið fáið hérna 5 hrinur í fyrsta leik tímabelsins. Þetta er gaman að sjá. 22 stig. Takk fyrir Óskar Fernández Celis. 15 stig á Miguel Mateo Castrillo. Svo 14 stig á Miguel Ángel Ramos og 10 hjá Andra Snæ. Og 7 stig á Gísla Martin hjá KA og Jose Federico hjá Þrótti. En já, förum kannski að kíkja aðeins á tölfræðina úr þessari fjórðu hrinu sem KA vinnur 25-19. Lífsnauðsynlegur sigur í þessari hrinu hjá KA-liðinu. Og sjáum hérna sóknarleikurinn áfram. Öflugur KA 12 smasti gegn 7, 3 Ása gegn 1. 2 laumir að KA gegn 2, 2 blókstig að KA gegn 1 og mistökin 7 og 6 sem er svona KA-liðið hefur verið að gera fleiri mistök til þessa. Það náðu þeir að fækka þeim töluvert og fyrir vikið unnið er sannfærandi sigur. Kíkjum kannski örstutt á hérna leikinn í heild sinni til þessa. Þannig sjáum við KA-liðið komið 41 smasti gegn 29. 9 Ásar að KA-liðinu gegn 3 og 7 laumur gegn 5. En svo snýst það við hérna, blokkirnar eru 9 hjá gestunum gegn 6 og KA-lið bara gera 46 mistök sem að leiða til stig fyrir gestina gegn 30. Það er að 13 missetnar uppgjafir sem að KA-lið kannski að fá fleiri Ása en þeir eru ekki að gera fleiri mistök í uppgjöfunum sínum. En ég held samt að það sé þess virði, það er ekki svo rosalega mikilvægt að gera liðum erfitt fyrir í móttökunni. Kíkjum svo kannski örstutt á hvernig fjórða hrinan spilaðist. Það er hér. KA-liðið með yfirhöndina nær allan tíman og vinnarhendanum sannfærandi sigur eftir að hafa verið 20-13 yfir. Já, hann náði svo mest 24-16 fórustu. Hann var 8 stiga munur þegar mest var. Þróttur reyndi hvað í gátu til þess að koma aftur með magnaða endurkomu. Dugði ekki, enda var munurinn of mikill. Jæja, þá við erum að fara í 8 hrinu hér. Áfram þétt setnir bekkirnir hérna í KA-liðinu. Virkilega gaman að við séum aftur verið að fá fólk hérna í húsið og vonandi að við getum fara að lifa aftur eðlilegu lífi eftir þessa kórónuveiru baráttu. Munar bara svo rosalega miklu hérna í íþrótturum að hafa stemningu í húsinu og að fólk geti mætt á völlinn. Það sé ekki bara einhver vitleysa í mér sem að gnæfi yfir salinn fyrir það sem er að spila. En jæja, við erum klár í 8 hrinuna. 0-0. Spila upp í 15.
Jæja, fín móttaka hjá Óskari. Óskar fær sig tilbaka og setur hann í netið. Jæja, hann mannlegur eftir allt saman. Eitt 0 fyrir gestina. Jæja, Óskar aftarlega kemur boltan yfir og frábærlega gert hjá Birki. Hérna var nákvæmlega engin Hávardur K-liðinu en það slapp með þetta en svo hvar endar þetta? Hvar endar þetta? K-lið fær stigið, já. Ég held að þetta sé rétt. Það var hörku smassfossum hjá Andra Snæ. En ég held samt engu að síður þessi rétti dómurinn að K-liðið eigi þetta stig. Það er mikið hasar hérna í oddarhrinunni. Áfram. Andri Snær með langan og Birkir bjargar þessu og dæmt tvíslag á hann. Hann er svo sem ekki vanur að vera mikið að vinna með boltanum 2. Og við kemum stigin. Stundum upp á Óskar og þessi er út. 3-1 fyrir Þrótt hérna í oddarhrinunni. Gleymum því ekki að þegar annar liði komið upp í 8 stig þá víxla þau á leikhlutum. Staðan 3-1 fyrir Þrótt hérna. Óskar og Matteo tilbaka og Óskar flottan bolta, þeir ná að verðast þessu, kom boltan yfir, Birkir upp og kemur Matteo, Hávardur tekur kraftin úr þessu eins og þar og Vít með bolti, Birkir upp á Óskar, þetta var flottur bolti en þetta er enn í gangi, hvar endar þetta? Kemur Óskar, bombar þessu, hans er út! Þróttur, Fjarðabyggð er komið í 4-1 hérna í oddarhrinunni. Já, minni á að oddarhrinur er upp í 15, ekki 25 eins og hinnar. Þannig að hvert stig er heldur betur mikilvægt í oddarhrinunni. Þetta kemur Óskar með lífsnauðsynlegt stig. 4-2. Ja, 2-4. Óskar Fernández Zelis kom með 23 stig, því líkur leikur hjá honum. Þetta smass steinleikur hjá Jose Federico Ferrón Martin. Hann kom með 8 stig. 5-2. Finnst nú að vera svona smá ráðaleysi við K-liðið núna. Þeir þurfa bara að halda áfram, spila sinn leik. En vissulega eru gestirnir að spila virkilega góðan leik núna hérna. Kemur Matteo. Þeir nú að bjarga þessu, vel gert hjá Þrótturunum. Hávardur fín en ekki nægilega góð. Nú er Matteo farin að kvarta. Ég held þessi bara hárrétt, flott stig á Miguel Ángel Ramos. Komið 15 stig og Þróttur Fjarðabyggð er komið í 6-2 þegar að Andrei Collins dos Santos tekur leiklið fyrir K.A.
Jæja, Andri Snær. Langur bolti þessir út. Já, getur oft verið krefjandi að taka uppgjöf eftir leikhlé. Og Andri Snær setti fullmikið kraft í þennan. KA 3, Þróttur Fjarðabyggð 6. Benedikt Rúnar Valdirsson fyrir KA-liðið með uppgjöfinni. Hérna kemur hún. Og fínt uppspil en frábær vörn af KA-liðinu og Matteo kemur hinum megin. Og þeir ná að bjarga þessu frábærlega gert. Jæja, KA-lið kemur aftur. Og Edvard, hann blokkaður, frábær blokk hjá honum Ramses Ballesteros. Hann komið 6 stig. Og Þróttararnir að hanga á þessu 3-4 stiga fórustu sinni. Vantar hann 1 stig til þess að liðin skipti matarhelming. Þessi bolti þægir fyrir Edvard. Jæja, kemur Matteo skilur þessu beint í gólfið. Já. Við þurfum að tengja saman okkur stig. Ná að minnka þetta sem allra fyrst. 16 stig á Matteo. Byrja leikinn af svakalum krafti sem við dreigja aðeins á honum. Ja. Nú ætti að vera séns fyrir KA. Kemur Matteo afturlínunni. Jæja, þeir taka kraftin úr þessu og Miguel á frábær vörðna hjá Óskari og Matteo afturlínunni blokkaður og bjargaður þessu, kom boltan yfir. Óskar frábærlega gert hjá honum og kom boltan yfir. Nú þurfa Þróttararnir að snúa vörn í sókn. Frábær bolti, Birkir frábær bolti, þetta risastig. Hvar endar þetta? Kemur Miguel. Frábær hávörn! Glæsilegt! KA-liðið endar á þá þetta stig. Ragnar Óli Ragnarsson með blokkina. Vá, þetta rally var gjörsamlega til fyrirmyndar. Bæði lið að gefa allt í þetta og endar á KA-liðið fær stigið 7-5. Já, hérna hér. Gefur Matteo aftur hörkubolti. Þeir eru í vandræðum átökuna, þeir missa hann yfir. KA-liðið þarf að snúa þessu sér yfir. Kemur Edvard og þeir ná honum yfir. Ótrúlega satt. Kemur Matteo í afturlínunni, reynir að lauma og þetta er net á, eða mók fyrirgefið á gestina. KA 3 stig í röð. 3 stig í röð hjá KA, staðan var 7-6. Já, hérna væntanlega gefur mönnum ansi mikið kraft að fá þetta stig á hann sem að þetta bolti ekki verið bara í leikinu 2 mínútur eða eitthvað, þannig að þetta var svakalegt. Jæja, góða Þróttararnir og þarna kemur 8. stig hjá þeim. Þeir ná að halda KA frá sér 8-6. Ramses Ballesteros kom með 7 stig, þá skipta þeim matarhelming. En KA-liðir heldur við að sína það að þeir eru ekki búin að syngja sitt síðasta. En Þróttur 7 stigum frá því að vinna hér í KA-milinu. En 2 stig sem vinnar er fljótt að fara. Jæja, þá erum við klári í seinni hlutan hérna í Oddahreinunni. Maraþon viðureign í KA-milinu. Ramses minna bolta, Óskar. Það er að taka við, kemur Edvard, reynir að lauma en þetta er Ramses mættur og KA-lið fær stigið. Nú er allt að verða vitlaust hérna. Já, 7-8. Já, hérna hér.
kæmi mér nú ekkert á óvart. Þetta myndir bara enda í upphækkun og bara einhverju svakalegum tölum hérna í þessari Jótarhreinu. KA getur skyndilega jafnað. Edvard Konstantín Bors í uppgjörinu fyrir KA. Það hérna flauti góða. Klári að halda áfram. Þessi bolti fín, missa hann yfir. Óskar þrumar í háöldin út. Og KA bara að jafna. Óskar Fernández Elís, 24 stig. Já, hérna hér. Það ekki langt síðan munaði 4 stigum á liðinu. 5-1 kafli á KA. Upp hérna á Mikael, hann blokkaður og KA komið yfir. Frábær hávörn. Ragnar Óli Ragnarsson sá kann að vera fyrir. Heldur betur. 8 blokkir að KA núna og ég heita Ragnar sem kom með 4 eða 5 blokk hérna. Frábælega gert hjá hann á miðunni. KA 9, Þróttur 8. Og reyna að lauma, frábælega gert þeim Matti og sér við þessu og Óskar hinum megin. Hann setur hann í háöldin og niður. Það alltaf stúast við hérna. Vá, 10-8. Þetta 7-1 kafli KA í vil. Staðan var 3-7 rétt áðan fyrir Þrótturum. Nú leiðir KA 10-8 og Gonzalo García Rodríguez tekur leikhlé. Já, hérna hér, þetta magnað að sjá. Ég held að séu allir í húsinu gjörsamlega að missa sig hérna. Þetta virkilega jafnt og spennandi og bara fyrir öll líka bara skemmtilegu leikum að fá hérna bæði lið að sína flottan leik, gefa allt í þetta. Og eiginlega bara synd að þessi muni ljúka hérna í þessu Jótarhreinu. Þetta heyrið í áhorfendum. Flott stemning hérna. Og þetta frábælega gert Börkur. Laumar, tókst ekki að lauma á hann en núna nýtt að það væri til hins ítrasta 10-9. Það að slökkva aðeins í KA liðinu hann. Miguel Angel Ramos í uppgjörinu fyrir Þrótt. Tekst að jafna metin á ný. Langur bolti, þæfið fyrir Birki. Boltin upp á Óskar, Óskar tekur hann langan og miðaður bolti. Já, sér að þeir eru mættir undir blokkina. Þá allt opið aftarlega á vellinum. Og Óskar Fernández Elís heldur áfram að raða inn þessum stigum. 11-9. Sölvi mættur í uppgjörinu fyrir KA. Jæja. Taka vel á móti þessu Andri Snær hérna fyrir gestina. Matteo, ekki nægilega gott höts en við náum að gera ágætt úr þessu. Óskar, já. Náum að gera ágætt úr þessu, náum að gera frábæra úr þessu. Óskar Fernández, 27 stig. Þvílíkur leikur kappanum maður. 12-9 fyrir KA. Stemningi til fyrirmyndar í KA-menninu. Kemur Sölvi. Fín bolti hjá honum. Fín móttaka. Og já, Óskar nær að halda sig gangandi. Hvað endar þetta? Kemur Andri Snær fyrir gestina. Setur hann í netið. Já, setur hann í netið og út. Þetta hárrétt. Þetta var net. Þeir eru brjálaðir Austurríkjarnir en ég fullyrði að þessi var í netið. Og KA-liðið fær 13. stigið sitt. Já, ég alveg rautt spjald hérna á andra leikmann
Þróttar rautt spjald, þannig að KA-lið fær þá stig. Það var hann Andri sem fekk rauðarspjaldið. Rosalega dýrt að fá á sig stig þarna fyrir mótmælin. Rauðarspjaldið í blaki einfalda þýðir þetta. Nú er KA einu stigi frá að klára þetta. Sölvi fyrir KA. Þessi bolti beint á Andra sem fantar boltan til baka. Nei, kemur Mikael á afturlínunni. Þrjumar sér gólfið. Þróttarinn geta einbeitt sér að því að spila blak núna. En ég er alveg viss um það að þessi bolti á hann fór í netið en ekki háurðina. Þetta var í réttur dómur. Þá kannski ennþá meira svekkjandi fyrir Þróttarinn að fá svo annað stig í bakið út af þessu rauðarspjaldi hjá honum Andra. En jæja, Þróttarinn hafa nú unnið þennan mun upp áður. 14-10 fyrir KA hérna, Þróttarinn er uppgjöfinni. Þá er reynslu boltinn Hlöðversson mættur. Það var einhver sem hann myndi treysta fyrir því að gera ekki mistök núna, þá var það hann. Boltinn upp á Óskar blokkaður og mikilvægt stig. Þróttarinn eru ennþá á lífi. Já, 11. blokkinn hjá gestunum. Hlöðver í áfram í uppgjöfinni. Má engin mistök gera. Reynslu mitt kappi og hann er ekkert voða líkur til að gera mistök núna. Æja, boltinn upp á Matteo setur hann út. Þetta er ekki búið. 2 stiga munur skyndilega, 3 stiga rauða Þrótti. Og Andrei Collins dos Santos tekur leikli fyrir KA. Já, þetta ætlar heldur betur að verða áhugaverður leikur hjá okkur. Ætlar að verða, þetta er búið að vera þannig bara í allt kvöld. Skrifaði skín að myndi fara í Oddahrinu og ekki bara Oddahrinu, það var þræl skemmtilega og spennandi Oddahrinu. 14-12 fyrir KA, Þróttararnir eru með áhlaup núna. En spurning hvort að þetta leikli KA býti eitthvað á Hlöðver. En nú þarf móttakan hjá KA að vera í lagi. Við þurfum bara 1 stig. Ganga frá þessu, sækja 2 stig hér í kvöld. Birkir upp á sem er Óskar og þessi bolti er ennþá gangi. En þeir koma alltaf að tilda að þælva yfir. Birkir upp á Matteo afturlínunni laumar og hann er að klára þetta. Hann klárar þetta fyrir KA. Mikael Matteo Castrillo skorar 15. stigi með magnari laumu og KA vinnur leikinn 3-2 eftir að hafa lent 2-1 undir og sækir hérna 2 stig. Þróttararnir ganga heim með 1 stig hins vegar. Þetta var algjörlega frábær byrjun á blakvetrinum. Þvílík veisla sem þessi leikur var og bæði leikir að vera ansi ánægðir með sína frammistöðu. Og hér klappa allir lofi lófa hvort sem það séu leikmenni áhorfendur. Þetta var líka bara mjög skemmtileg stemning sem myndast í kamerunum. Og KA fer hérna með magnaða sigur á hólmi. Það leit ekkert voðalega vel út í upphafi Oddahreinunnar. En 7-1 kafli sneri dæminu heldur betur við. Og KA vinnur á endanum Oddahreinunnar 15-12. Kíkjum bara á stigaskorun KA-liðsins. Það sjáum við hana. Óskar Fernandes Elís átti ótrúlega leik, 27 stig. Mikael Matteo Castrillo skoraði 18 stig. Þeir tveir eru algjörlega magnaðir. Svo var Gísli Martin Baldursson með 7 stig, Edvard Konstantín Bors með 6 og Ragnar Óli Ragnarsson einnig. Patrik Konstantín Bors með 4, Alexander Arnar Þórisson 3 og Sölvi Páll og Benedikt Rúnar með sitt hvort stigið hjá gestunum. Þar var Miguel Ángel Ramos Melero stigastur með 16 stig, Andri Snær Sigurjónsson með 10, Jose Federico Ferrón með 9, Ramses Ballesteros með 7, Börkur Marinósson með 6, Ísak Tandri Zoega með 3 og Jamie Monteros Vargas með 2 stig hjá gestunum.
Kíkjum svo á tölfræðan hérna í 5. hrinu. Odda hrinunni sjálfri. Hér kemur það. Káa með 5 smastig gegn 3. Engin ás í Odda hrinunni. Káa með 2 laumur gegn 1 þar af laumann sem kláraði dæmið hjá Matteo og sótti sigurinn. 2 blósti á hvort lið. Mistök mótherja. Káa-lið gerði 5 mistök sem gaf gestunum stig og 6 hjá Þrótti og þetta var eins og segið. Svona skemmtileg leikur með það að gera. Káa-liðið var að spila rosalega öflugan sóknarleik og meðan Þróttur var með algjörlega frábæra vörn á móti og mjög skemmtilegt að sjá þetta. Kíkjum svo á leikinn í heild sinni. 25-22 sigur Káa í fyrstu hrinu, síðan svaraði Þróttur með 18-25 sigri og svo ótrúlega 25-27 sigur í 3. hrinu eftir að vera 24-20 undir. Káa svaraði svo með 25-19 sigri í 4. hrinu og svo 15-12 sigri í 8. hrinunni. 46 masti hjá Káa gegn 32, 9 ásar hjá Káa gegn 3, 9 laumur gegn 6 og gestirnir hafðu 11-8 yfir, það var það blokkstig. Káa-lið gerir tölur fleiri mistök, 51 gegn 36, þar af 13 missetnar uppgjafir gegn 9. En já, svo var eitt stig sem Káa-liðið fekk eftir rauðspjald hjá honum Andra Snæ. En já, frábær leikur hérna og kíkjum að lokum á hvernig Odda hrina spilaðist. Það svona, sjáum að gestirnir byrjuðu betur, voru hérna 4 stigum yfir lengi vel í upphafi Odda hrinar, en Káa-liðið með 7-1 kafla snýr þessu sér í vil og vinnur á endanum 15-12 sigur. Þetta var virkilega gaman að sjá þessum frábæra leik. Ég held að við þurfum að segja þetta gott hérna. Þökkum kærlega fyrir áhorf í dag. Ágúst Stefán heiti ég og lýsti þessu fyrir ykkur. Mér til aðstoðar var Stefán Jóhannsson. Sáum tölfræðina og allt það helsta hérna. En já, við höldum svo áfram að sýna vel frá Blackinu í vetur. Næsti leikur hér í Káa-milinu á miðvikudaginn. Kvennalið Káa tekur á móti kvennalið Þróttar Reykjavíkur. Verður í beinni hérna Káa TV að sjálfsögðu. Annars sjáumst við bara klálega í næsta leik. Sjáumst á. Bless, bless.